Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Við ræðum hér reglulega við rauðaborðið lagaleg álitaefni og hann komin hingað hann Gísli Tryggvason, lögmaður, til þess að fjalla nokkur þeirra mála sem yfirleitt tengjast fréttum líðandi stundar. Velkomin Gísli. Takk. Við ætlum nú kannski að vera svona aðeins meira á dægur nótunum í dag heldur en suma aðra daga. Mér langar að ræða við þig til dæmis meint svindl í handbolta. Harkalegar handtökur fyrir norðan, heimsmálin, Trump og svo kannski ræðum við aðeins stjórnsýslurétt og völd ráðherra í tengslu við stjórnarskrá og vonandi bara sitt hvað fleira. En byrjum nú á svona því að ég hef nú hitt í þessari viku fólk sem segist vera aðeins bjartsýnna en í síðustu viku gagnvart alheimsmálunum. Við sáum nú Trump eiginlega lúffa svolítið gagnvart Grænlands brjálæðislegum hugmyndum hans í síðustu viku þarna á Davos í kjölfar sterkari viðbragða frá alþjóðasamfélaginu heldur en höfðu orðið áður. Tengist kannski ekki beint lögfræðin þó að einhverju leyti því að alþjóðalög hann náttúrulega hefur mjög farið mjög frjálslega með þau. Einhver lærdómur það að þegar frekju og ofstópamenn koma fram þá þarf að svara þeim annars verður veröldin alltaf verið að verri. Já, mig grunar það að Trump hefur náttúrulega verið að endurvekja 100-200 ára gamalt kerfi eða meira eldra að réttur sé eða might makes right, ég man ekki hvernig það sagt á í íslensku í staðan fyrir að lögin gildi þjóðaréttur. Og þá kannski eðlilegt að sá sem telur á sig brotið eins og Evrópa og Danmörk að þau sýni styrka á móti og hóti eins og aðeins hefur verið gert. Það var nú í að því held ég á Ítalíu að ef að Trump gerði þetta sem hann sagðist hugsanlega að gera, að taka Grænland með valdi, þá myndu bara Evrópumenn taka herstöðvar Bandaríkjamanna og eignir jável. Það náttúrulega það sem gert oft í stríði. Það það sem hefur verið gert með Rússa eftir þeir réðust á Úkraínu að allavega frysta eignir þeirra. Þó þær hef ekki verið nýttar ennþá í þá Úkraínu. Þannig að það annarkvort eitthvað svona að ofbeldismenn þurfi bara að sjá styrk og þá hörfið þeir aðeins. Og svo þetta útspil Rutte þar sem að hann kannski setti í einhvern samningsbúning það sem að meir og minna lá fyrir í heimildum Bandaríkjanna í varnarsamningi við Danmörku Grænland, Ég átta mikið á þessu. Kannski þetta bara því að hann þurfti að beina athyglinni að einhver öðru og vonandi verður fyrir vanlegar, en ég held að traustið sé svolítið farið ef ekki rúið áratugaskeið, jável. Svo þetta reglugerða farganans, við höfum náttúrulega fylgst spennt með því, ég held að sé stutt í að Hæstiréttur sem að veit ekki að hvað miklu leyti Trump með í vasanum reyndar. Ég held að sé stutt í að það komi falla einhver dómur það, en ef við förum aftur hingað, ef við förum frá Bandaríkjunum og hingað heim, að hvað miklu leyti getur íslenskur ráðherra samkvæmt stjórnarskrá bara umpólað samfélaginu með reglugerðum með einhverjum svona eigin geðþótta vilja? Hann getur nú ekki umpólað, en ef að baráttan stendur eða álitamáli stendur á milli þessa ráðherraráði eða einhverju embættismenn, þá ræður ráðherran í raun. Þó það sé ekki þannig hann ræður að lögum. En stundum hann bara það veikur ráðherran með við sérþekkingu embættismanna og langa veru og tengsl að embættismenni kannski fá oft sinn vilja fram. En ef ráðherran klár og ákveðin, þá á hann að ráða á hans vilji. Og það til
dómur þetta sem fór á vísu mjög naumlega í Hæstarétti fyrir svona rúmum 40 árum. Þá var ráðherra menntamála sem var reyndar föðurbróðir minn, Ingvar Gíslason, sem ákvað gerði stjórnvaldsákvörðun að setja ákveðin kennara fyrir norðan áfram í embætti eða ráðan og hann hafði skrifað samþykkt IG stafina sína. Þetta var ekki afgreitt þegar til stjórnarskipta kom 1983 og nýr ráðherra sjálfstæðismanna vildi ekki framkvæma þessa ákvörðun fyrir ráðherrans. Ragnhildur Helgadóttir og embættismennir höfðu kannski setið á plagginu og þetta fór alveg upp í Hæstarétt sem deila hvort að hann hefði verið ráðinn eða ekki og meirihluti Hæstaréttar sem kannski eins og þú nefndir með Trump var stundum talin í vasanum og íhaldinu. Já. Meirihlutin sagði að það var ekki komin gild stjórnarathöfn því að þó að það veri komin skriflegu gerningu frá ráðherranum sjálfum með þessari áritun á umsóknina eða eitthvað slíkt. Að þá var ekki búið að tilkynna þetta bréflega og formlega til mannsins kennaran sem átti hlut. Ráðherrann hafði hins vegar símleiðis tilkynnt þetta til systur mannsins ef ég man rétt og þess vegna taldi minnihlutinn að það væri komin þessi 2 grundvallaratriði í stjórnvaldsákvörðun, það er að segja ákvörðun og tilkynning. En þetta kannski sýnir að ráðherrann ræður ef hann klárar málið að koma ekki í stjórnarskipti. En ef þetta síðan gagnvart alþingi þá þarf ráðherrann fyrst og fremst að hafa lagaheimild til þess að gefa út reglugerð og breyta innan ramma lagana því að mörg atriði í réttindum og skyldum fólks eru eitthvað sem á ákveða í lögum frá alþingi en ekki reglugerð. Reglugerð á að vera meira svona útfærsla og tækniatriði. Já. Þetta áhugavert mál sem þú nefnir. Og þótt að hafi náttúrulega orðið niðurstaða í Hæstarétti þá 3-2. Það hefur sannlega verið skiptar skoðanir þetta þá á sínum tíma. En bara svona mér til forvitni sækir þetta á þann tíma sem að grunnskólinn hjá ríkinu, hann ekki komið til sveitarfélaga. Var það þannig að kennara þurftu reglulega einhverja heimild frá ráðherra eða framlengingu? Já, það var miklu algengar fyrir nokkrum áratugum og sérstaklega fyrir setningu nýrra laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 1996 að ráðherra kæmi að ákvörðunum. Það búið að minnka mjög í áratugi. Og svo voru sumir sem voru með æviskipan eða einhvers konar æviráðningu. Aðrir voru alltaf í einhverjum endurtekningum og þetta var mjög bagalegt fyrir bæði ráðningarréttindi og lífeyrisréttindi þessa fólks. Og þegar ég var hjá BHM þá var maður stundum að berjast í því að fólk sem var á einhverjum mörkum í að ná einhverjum rétti að það það galt þess seinna. Og galt það alltið á pólitík bara? Já. Og maður náttúrulega les hvort þú fengir æviráðningu eða þyrftir alltaf að harka og endurnýja umboð. Já, og maður náttúrulega las það í mjög góðri ævisögu hvað heitir þetta? Guðni T.H. Jóhannesson skrifaði ævisögu Gunnars Thoroddsen. Já, frábær bók. Já, það bara einhver besta ævisögu sem ég hef lesið. Tekundi það. Og þar kemur hann bara mjög skýrt inn á það að með vísan í heimildir eins og sakfræðingar gera að það var bara hrein spilling í til dæmis borginni þegar Gunnar Thoroddsen var borgarstjóri að þá var bara betra hreinlega að vera í sjálfstæðisflokknum eða þú ætlaðir að hafa gott starf. Ég kann þessa bóku utan að því ég nýtt hana sem grundvöll fyrir mína bók spillingu besti vinnur aðal og það eru svo kostulega frásagnir í henni marga hverjar, maður bara trúir þeim ekki. Svo sem kemur einna fyrst upp í hugan hjá mér, það er þegar annar valdaflokkarnir, ég held að það verið framsóknarmenn, frekarnir sjálfstæðismenn, þegar voru að ráða slökkviliðsstjóra einhverstað fyrir norðan og hann var valinn með lið til þess að hann væri líklegri til þess að safna atkvæðum fyrir sjálfstæðisflokki. Og svo náttúrulega var stundum bent á þegar maður benti á þetta í gamla dag þegar maður var að rífast við einhverja íhaldsmenn þá sögðu kannski einhverju sjálfstæðismenn framsóknarmenn eða kratar ekkit skárri og
það má vel vera en þeir voru bara sjaldnar við kjötkallana sko. Já, það er alveg Það voru helst allaballar sem að komist Sátu utan gars. seint og illa kjötköllunum. Þetta er alveg hárrétt hjá þér. Þau ár sem alþýðuflokkurinn var við völd, þá sást ekki að spillingin væri eitthvað minni í þeirra röðum. Nei, það var allir minnst frækt mál sem að sko þegar þáverandi formaður alþýðuflokksins, Jón Baldvin Hannibalsson, hann setti Nei, býtum við, það var ekki Jón Baldvin, það var hann það var hann sem var bæðistur í Hafnarfirði, Guðmundur Árni Stefánsson. Hann setti másinn, held ég, í embætti á gamlársdaga eða eitthvað, daginn áður en að stjórnsýslulög tóku gildi. Sem var svolítið skondið en þess að þetta var alveg að bannað sko, svona gróf spilling var nú bönnuð sko, þó að stjórnsýslulögin væri ekki komin en þau bættu heilmikið úr stjórnsýslulögin frá 1993. Já, þetta er heimurinn sem við ólumst uppið. Það er alltaf verið að segja heimur versnandi fari, það er nú ekki allt þannig þegar maður Nei, ýmislegt er nú betra finnst mér. En sko, mér finnst áhugavert sko það sem alltaf hefur komið fram í máli Ingu Sæland. Hún lítur augljóslega þannig á hún sem einstaklingur geti haft töluvert mikið með breytingu á menntamálum að segja og svona þá hriktir í kerfinu og það réttir upp hönd og fer í útvarpsviðtöl og segir þú getur þetta ekkert ein, þú þarft það er við sem ættum að ráða þess að þú þarft að vera með okkur í liði, þú vorst að tala um embættismennina áðan. En það er sem sagt meira tæknilegt heldur en stjórnsýslulegt. Bara ráðherra hefur gríðarlegt vald. Já, hann hefur það nú og sennilega meira hér heldur en til dæmis í Svíþjóð. Það er meira svona kollektív ákvörðun stór mál í ríkisstjórn. En hérna getur það alveg gerst sko að ráðherra í einu flokki ákveði eitthvað sem að ráðherrar í öðrum flokki í sömu stjórn veit ekki jafnvel og er allavega ósáttir við. Þannig þeir kásast ekki mikið hver upp á annan svona almennt í jafnvel í stærri málum og við sáum það náttúrulega í skinkumálinu fyrir 30 árum þá deildu samráðherrarnir íhaldsmaðurinn Halldór Blöndal heitinn og Jón Baldvin Hannibalsson sem var utanríkisráðherra og Halldór var landbúnaðarráðherra og það var deilt innflutning á skinku held ég og það fór líka upp í Hæstarétt og gott ef að það klofnaði ekki 5-2 eða nei 4-3 þar og það var frægur dómur líka sko hvar væri vilja löggjafans að finna. Það snerist það hvort að innflutningu veri almennt frjáls eða ekki og mjög svona tæknilega breytinga hvort að þetta horfa á almenn lög innflutning eða sérlög landbúnaðarafurðir. Og það sem sagt deildu bara ráðherrar opinberlega og nánast slóðust í fjölmiðlum sko. Já. Þannig að það sýnir að ráðherrar hafa mikið vald á sínu sviði þarna var bara deilt á hvors sviði þetta væri. Og þannig verið að víkirða hagsmuni til lengri tíma. Það er Já. Einmitt. En sko, horfur á handboltan? Helst ekki. Ekki nema einhver ættingi minn sé að spila. Þú ert þá minni hluta þjóðarinnar því að mér skilst það séu 60-70% okkar sem höfum verið límd yfir landsleikjum undanfarið. En af því ég sagðist nú ætla að vera á dægurnótunum áðan en það alltaf fyndið að fylgjast með sko meintu svindli þegar menn eru með einhverja tækni til þess að miðla hljóðupptökum af leikhlíum að hér er liðin sem það blást í leiklis 2 lið á vellinum, þau fara bæði í sína átt og það verður einhver strategía hvernig á að heiða næstu sókn eða hvernig á að verjast einhverju áhlaupi við fólkið fyrir framan sjónvarpsskjáina við fáum yfirleitt bara bæði að heyra ef við skiljum tungumálið hvað sagt er og sjáum fólk ráða ráðu sínum en hitt liðið
eins og komið hefur upp að það fái upplýsingar með einhverju meintu svindli af hinu leikleginu. Það Portúgal nefnt í þessum efnum. Það mikill hitt út af þessu. Þetta hljómar eitthvað svo einkennilega sko, fyrir okkur sem verðum vitni að öllum upplýsingunum í beinni útsendingu. Já, sko bæði þetta nú spennandi hvernig þetta tæknilega fært en hvorugur okkar veit það nú en lagalega nú gaman að segja frá því að fyrsta ritgerðin mín í lögfræði var einmitt í menntaskóla þar sem ég var á íþróttabraut reyndar þó ég sé svona lítið áhersamur íþróttir og þar að því ég nefndi ekki að skrifa íþróttir þá skrifaði ég lögfræði og eitt af því sem að þar reyndi töluvert á var sko hvenær gilda landslög á leikvellinum fótboltavellinum eða handboltavellinum og hvenær gilda bara íþróttareglur. Þetta svona svipa kannski eins og landslög og þjóðaréttur sem við stundum talað sko. Þetta sikkvort réttakerfið og þarna geti verið álitamál hvort að landslög það hvort og hvenar má hlera hreinlega gilda eða hvort að einhverjar íþróttareglur sem taka á þessu. Já, veit. Sko, við nú báðir að norðan og bærinn þinn hefur verið og minn, svo sem líka. Akureyri hefur verið í fréttum síðustu daga vegna meintrar hörku við handtökur. Þetta hið svokallaða vélfagsmál sem að margir segja mér að þeir átti sig ekki alveg á hvað snúist. En ég ætla ekki að fara að reyna að reykja það hér. En eitt af því sem hefur fundið að þarna séu einhverjir norrlendingar, einhverjir akureyringar handteknir fyrir fram að börni sín í þessu vélfagsmáli og Mogginn í dag fjallar þetta og talar við menn sem að segja að þetta gangi ekki og sjálfum finnst mér þetta kannski pínulítið amerískt. Hvað þetta að segja? Já, sko handtaka náttúrulega þvingun aðgerð sem hefur ákveðin tilgang að sko tryggja að maður sé til staðar og færður til yfirheyrslu þannig að maður sér ekki alltaf sko til hvers þarf að framkvæma hana svona hratt og leynilega og harkalega eins og maður sér oft í bíómyndum og ef að þetta farið að gerast hér í máli sem að varðar fyrst og fremst svona túlkun á alþjóðareglum og viðskiptaþvingunum þá undrast maður það ef það gert mjög harkalega og án tillits til fjölskyldu. Ég sé ekki alveg þörfina sko að gera það en annars handtaka auðvitað bara valdbeitingar aðgerð og dæmi það að ríkið hefur það sem kallað stundum í réttarheimspeki bara einkarétt á ofbeldi. Lögreglumenn mega beita ofbeldi ef það til þess gert að handtaka mann eða yfirbúa mann. En ofbeldi má hins vegar aldrei vera meira en þörf og til eru líka gamlir og frægir dómar það þegar lögreglumenn ganga langt og ríkið verður bótaskylt. Já, manstu í fljótu bragði eftir mörgum einkamálum sem hafa verið höfðu gegn lögreglu eftir of harkalegar aðgerðir? Já, það til alveg hellingur af því í dómasafni Hæstaréttar og víðar. Og sektar dómar ýmsir? Sektar, það nú kannski sjaldnar að það séu sko refsingar, það þarf að vera mjög harkald til þess að lögreglumanninu sé refsað, en það iðulega greiddar bætur og stundum þetta nú það óumdeilt að þetta þarf ekki eins og að fara fyrir dóm, þá semur ríkislögmaður kannski bara bætur fyrir of harkalega handtöku eða of langa vörslu eða of langt gæsluvarðhald og það hreinlega komnir bara svona verðmiðar á það held ég. Staðlaði nokkuð. Bútmyndavélar eiga að vera gögn í þessum málum en svo hefur komið fyrir að hafa bara alveg óvart slökkt á þeim, segja þér. Þegar uppkemur umdeilt að Já, og ég þekki nú ekki reglurnar hvernig á að beita þeim og hvort á alltaf vera kveikt á þeim eða hvenær sko. Það virðist nú vera einhver hendistefna. Ég veit það ekki. Já, svo ég reynir nú að tjá mig fyrir hönd hins við reyna að skapa lögreglunni enn meira aðhald eins og mér finnst að fjölmiðlamenn eigi að gera. En sko, þú myndist á þessa hörku og það var nú reyndar ég sem að byrja á því að ræða hörkuna. En sko, þú myndist á handjárn
og þarna eru handjárn einmitt yfir, virðist mér samkvæmt fréttaflutningi í Móganum, bara yfir hábjartan dag, sko. Og maður spyr sig, ég þekki þetta úr öllum bandarískum sakamálaþáttum og bíómyndum, en ég veit það ekki. Nei, mér skilst á lögreglumönnum sko að þetta sé oft gert til þess að sko tryggja öryggi, bæði lögreglumannana ef að sakborningur eitthvað æstur og sakborningsins sjálfs og náttúrulega hann flýi ekki en ég á stundum með að átta mig á akkur það gert í eins og svona hvítflipamáli eins og þessu sko en Já, þetta er áhugavert, við fáum vonandi meiri fréttir af þessu máli en ég heyri að þetta það sem að margir eru að tala kannski við endum á svona vangaveltu. Ég var með Þorvald Þórðarsson, eldfjallafræðing í gær. Hann sagði að það væri uppi skiptarskoðanir meðal vísindamanna hvort hefði verið gengið og langt í varúðaráðstöfunum í kjölfar Reykjaneselda og hann talaði þöggun og gagnrýnendum samhæfra viðbragða íslenska stjórnvalda sem að náttúrulega byggjast að mestu leyti á einhvers konar vísindalegri þekkingu að gagnrýnendum hefur ýtt út af umræðaborðinu, hefði ekki mátt taka þátt í umræðinu bara núna í misserum saman og ég hef nú boðið þeim sem að hann gagnrýnir að koma hér á rauðaborðinu og tjá sig, þeir hafa ekki lýst vilja til þess en þetta er náttúrulega eitt stærsta mál okkar síðar í tíma, það er að kaupa upp allar eignir í Grindavík og bara gríðarlega stóra aðgerð og sumir kynna og segja að það væri no-brainer eftir að maður dó þarna hvarf ofan í sprungu og hraun flæddi yfir hús að við þyrftum ekkert að vera að ræða þetta en það er kannski önnur sjónarmið og það er kannski þetta með þöggunina og svona allir séu í sama liði eins og Víðir hélt alltaf fram í COVID mikilvægi þess að Já, það er náttúrulega stundum einmitt bent á það í tengslum við COVID og þegar stríð herjar á sko eða ófriður er nærri þá svona þyrpast menn frekar í eina sæng og jável mynda þjóðstjórn og svona sko en annars er náttúrulega mjög mikilvægt í lýðræði samfélagi og réttaríki að sko alla raddir heyrist líka þær sem maður er ósammála og það er bara grundvallar atriði í tjáningafrelsi að það eru líka skoðanir sem eru óþægilegar eða rangar eða vondar sem eiga heyrast sko því að annars er alltaf spurt hver á að dæma hvað er leyfilegt sko og þessin er svo mikilvægt að tryggja sjálfstæði bæði fjölmiðla og akademíunar í lögum og helst í stjórnarskrá eins og við lögðum nú til í stjórnlagaráði sko að það var sérstakt ákvæði þar akademist frelsi og fjölmiðlafrelsi. Já. Betra eða ítalara en það sem í gildandi stjórnarskrá. Já. Sum af þeim álitamálum sem upprýsa kannski lagareldismál Hönnu Katrínar væru ekkert endilega að koma upp og skapa þann umdelanleika sem nú ef við hefðum fengið nýja stjórnarskrá. Nei, ég er svolítið hissa á að sko framsýn liberal flokkur eins og Viðreisn skuli standa fyrir því sem að mér heyrist á umræðinni núna að haldi sér fram allavega að það sé verið að skapa nýtt kvótakerfi í lagareldinu. Ég hefði haldið að þessir flokkar, sérstaklega Samfylkingin og Viðreisn myndu ekki leggja neitt slíkt til en ef að það væri komið í gildi stjórnarskrá hvað eins og við lögðum til í stjórnlagaráði fyrir 14 árum síðan eða svo þá væri þetta hreinlega bannað þá kæmi þar fram eða það kom fram í ákvæðinu 34. grein að svona almannagæði eins og þá lagareldis staðurinn sem eru firðir landsins að þeir væru ekki afhentir til sko langstíma heldur bara til tiltekins hóflegs tíma í senn og gegn hæfilegu gjaldi eitthvað slíkt þannig að það held ég sé nú bara mjög hæpið pólitískt og
að mínum að til lagalega að skapa þarna nýtt kvótakerfi. Ég vona að það verði nú ekki. Þú vilt enn nýja stjórnarskrá Já, já. sem aldrei fyrr. Já. Kæra þakki fyrir spjallið í dag, Gísli. Það er alltaf áhugavert og skemmtilegt að spjalla við og ekki síst þessar sögur þínar aftur í tíman að Hæstarétti. Ég hafði ekki heyrt þessar sögur. Mjög gaman að kynnast þekkingu þinni aftur í tíman á þessum málum. En kæra þakkir. Takk fyrir mig. Og áfram göngum við göttuna, kæru áhorfendur og hlustendur, ekki fara langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is